eins og þeir horfðu sko á John Christie þegar þeir ná honum eða hann West, þarna Adam West loksins þeir ná honum. Með Adolf Hitler þeir ná honum. Já, Adolf Hitler. Horfði svona á mig sko, you piece of shit, augnaráð svona. Og þú skítastykki. Já. Og ég var náttúrulega orðinn mjög svona taugaveiklaður og syfjaður og hræddur og svona. Svo er ég farin með mig inn í svona herbergi, yfir herbergi, og ég er látin tæma alla vasana mína. Og ég er alltaf að spyrja, hvað er ég hérna? Hvað hef ég gert? Hvað gerði ég? Og þeir sögðu mér allan tíman að ég vissi það best sjálfur hvað ég hef gert. Sem er náttúrulega gott svar. Jú. Það er mjög gott svar, sko. Og síðan tæmdi ég allt úr vösunum í einhverja svona skúffu sem hann var með. Og þar á meðal var hérna píputóbak. Því að ég var svolítið hippastrákur, sko. Og var reykt í pípu, tíðabili. Og þar komust þeir í feitt. Og þegar ég legg píputóbakið á borðið, sem var hérna bourbon blend eitthvað, og þefar hann svona upp úr, tekur tóbakið og þefar upp úr því. Það er svona einhver svona ilmlykt af því, sko, það er einhver svona viskí sett út í það eitthvað. Og kallar fram á einhvern annan mann, svona yngri maður sem kemur og borðar tóbakið mitt. Hann tekur sem sagt píputóbakið og stingur því upp í sig og japlar á því. Og ég held strax að þetta væri einhver svona gæi sem var að vinna þarna, skilur, sem hittist gott tóbak og alltaf þeir næði í tóbak, skilur. Og þá, góðu, við hafa minna smá tóbak. Kæmi hann hlaupandi, sko. Nei, og svo trúði hann að smástund svona og japlaði svona svo vínsmakkari japlar á hérna góðu víni, sko. Og spýtti hann því öll í ruslatununa. Og það er ekkert í þessu, sagði hann. Og heldur þeir sem sagt að ég væri kannski með hass eða eitthvað í tóbakinu, sko. Svo fóru þeir að spyrja mig ferðir mínar, hvað ég hef verið að gera og svona. Og ég sagði sem sagt, ég hef verið að víti með vinum mínum og viðurkenndi ekki neitt. Því þeir vildi meina að ég hef verið að sem sagt dunda mig við þetta kvöldið að brjóta sem í bíla Gervalt Breiðholt. Og sem að ég hafði aldrei þessu vant ekki verið að gera, sko. Og ég neitaði öllu. Bara, nei, ég var ekki að gera það. Sannaði það, sagði ég. Og þeir gátu ekkert sannað. Og ég hafði ekkert verið að brjóta sinni inn í bíla og þetta var bara bull. Og hérna, á endanum sagði ég að sem sagt, pabbi minn vinnur hérna. Pabbi minn var að vinna þarna, sko. Og ég sem sagt kom einhver vinur hans pappa, sko. Hvað er að gera hérna? Jón hérna, hvað er að gera við hann? Já, ég tókum hann hérna fyrir innbrot í bíla. Er það rétt? Nei, það er ekkert rétt. Nei, hvað er anskotan dellir þetta? Og svona. Og á endanum sem sagt var ég bara með ekið heim í lögregluvild, sko. Og þarna stóð ég mig, þarna lendi ég í yfirheyrslum og stóð mig eins og hetja. En hvað sögðu löggumennin við þig? Hvað sögðu þeir við mig? Já, eftir þetta. Eftir að þú búin að sem sagt, gefast upp og viðurkenna það að þeir hefur gert mistök. Viðurkenndu þeir það? Já, báðust þeir afsökunar? Nei, alls ekki. Þeir sögðu bara, já, þetta getur nú komið fyrir, þetta getur gerst og svona. Og maður hefur nú ekki rétt í öllum málum og eitthvað svona. Og ég var bara ekkert að krefjast þess. Ég var ekkert að krefjast afsökunarbeiðni, sko. Ég hefði getað heimtað að fá að tala við lögreglustjóra, sko. En ég gerði það ekki, skilur. Ég fór bara heim og fór að sofa, sko. Og ég var leiður yfir þessu, sko. Mér finnst það leiðilegt, sko. Að vera ásakaður slíkan glæp. Og því ég hafði verið að brjótast inn í bíla, sko, alla vikuna áður, sko. Og það hafði enginn komist að því, sko. En sem sagt, þarna var ég í mjög miklum yfirheyrslum. Hvað varst þú að gera? Hvar varstu? Og skrifa niður og skrifa skýrslu og svona. Og þeir komust ekkert áfram með mig, skilur. En nú er þessi maður hérna, sem sagt, hann Guðjón Guðmundsson. Nei. Ræddi við hann, býttu nú við. Gísli Guðjónsson, já. Glaðmann hjá mokkanum, skilur. Já, Guðjón. Gísli Guðjónsson, sem er þá líklega sonur Guðjóns, sem tekur viðtalið. Já, hann hefur unnið að rannsókn. Pappans að taka viðtal við hann. Fyrir Morgunblaðið sem hann vinnur hjá, alltaf. Einmitt, minna smá spilling, skiptir ekki máli. Gísli Guðjónsson hefur unnið að rannsókn 800 sakamála í Bretlandi og í 400 þeirra hafa menn dregið tilbaka játningar sínar.
og þetta svolítið magnað og hann að vinna, skilur, hann hérna, og það eru 3 menn, sko, það Gísli Guðjónsson sem er réttar sálfræðingur og vinnur í Bretlandi, Tom Williamson, varalögreglustjóri í Nottingham og þar sem að hérna Hrói Höttur var og John Pearce, lögreglufóringi á Scotland Yard. Þeir eru með námskeið fyrir löggur, það sem er að kenna þeim að yfirheyra, sko. Já, en býttu, en Gísli? En Gísli, hvað með hann? Er hann bara... Gísli Guðjónsson er réttar sálfræðingur í Bretlandi. Og hann hefur sem sagt unnið að yfirheyrslum? Já, hann er sem sagt yfirheyrslufræðingur, sko. Yfirheyrslufræðingur? Já. Og hann hefur sem sagt yfirheyrt fullt af mönnum? Hann hefur yfirheyrt til dæmis mennina í Birmingham málinu hérna. Já, en hvað segir það okkur Gísla, skilur? Hann hefur gert allar þessar yfirheyrslur. Já. Og hvað, 600 mál? Og yfir 400 er að hafa dregið játningar sem tilbaka. Hann hefur svona unnið gagngert að því að fá menn til þess að játa. Til þess að játa ekki. Ég meina, þetta eru menn sem hafa játað, svo hefur hann komið á ræða við hann. Já, þá hafa þeir dregið tilbaka. Já, skilji. Ok. Hann Gísli er góður strákur. Hann er góður strákur en hann sýnir ekki mikinn árangur, sko.